Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, nú ætlum við að ræða skaðaminnkun og hingað er komin Svala Jónasdóttir sem er formaður Matthildar, samtaka skaðaminnkun. Blessuð. Takk hérlega fyrir. Ég veit ekki, þetta er búið að ræða skaðaminnkun árum saman. Þurfum við að ræða fyrst hvað það er? Einmitt, hvað er skaðaminnkun? Skaðaminnkun er í rauninni viðurkennd aðferðafræði innan fíknifræða. Þetta er nálgun og þjónusta og stefna sem snýr að því að mæta fólki þar sem það er statt í sinni vímuefnanotkun og reyna þá að draga úr neikvæðum og hættulegum afleiðingum sem fylgja vímuefnanotkunar. Og það er gríðarlega mikilvægt að við erum með þjónustu og stuðning fyrir fólk á öllum stigum vímuefnanotkunar. Þannig að við erum með forvarnir þar sem við erum að reyna að koma í veg fyrir að fólk fara að nota vímuefni. Síðan erum við með skaðaminnkandi þjónustu fyrir fólk sem er að nota vímuefni og það getur bæði verið þá svona fólk sem er með mjög þungan vímuefnavanda en líka bara fólk sem er að nota öðru hvoru, áfengi eða kannabis eða önnur efni. Og svo erum við með vímuefnameðferðir og afvitranir og endurhæfingur fyrir fólk sem þarf að vinna sig út úr vímuefnavanda. Þannig að gríðarlega... Sem er líka skaðaminnkun líklega? Samkvæmt hugmyndafræðinu og aðferðafræðinu er það ekki skaðaminnkun heldur meðferð. Skaðaminnkun er fyrst og fremst í rauninni að veita þjónustu og stuðning fyrir fólk sem er núna að nota vímuefni. Þannig að þetta er svona lýðheilsu inngrip og í rauninni vera að huga að mannréttindi fólk sem notar vímuefni. Það er að segja að þótt þú sérst að nota vímuefni, hvort sem eru löglega eða ólöglega, að þá býr þú við sömu mannréttindi eins og allir aðrir. Og það er mikilvægt að nefna það vegna þess að við vitum að það liggja miklu fordómar oft innan okkar heilbrigðis og félagslega kerfis og í rauninni samfélagsins gagnvart fólki sem notar vímuefni. Svarar þetta einhverju? Ég nefndi það með sambandi við meðferðina þegar að vita að það er hellinga fólki sem fer til dæmis upp á Vog á þess að hætta í neyslu og það vita það allir. Og þá er einmitt og það er svo frábært og það hefur verið talað að slíkar innlagnir bæði inn á Vogi og inn á fíknigeðdeild sé í rauninni svona skaðaminnkandi innlagnir. Og þá er í rauninni einmitt vera fókusera á þessar neikvæða afleiðingar að fólk getur komið inn á öruggan stað og fengi viðeigandi heilbrigðisþjónustu og þá er svona verið að í rauninni að vinna með í rauninni þessar afleiðingar sem fólk verður fyrir. Þótt að þessi ekki hugafarslega koma á þann stað að treysta sig til að vilja hætta notkun. En langflestin sem leitin í vímuefnakerfið eru náttúrulega komnir á þann stað að vera í rauninni vilja hætta og vera í rauninni komnir á þann stað að þeir vilja breyta líferni. Er það ekki alltaf besta niðurstaðan fyrir þann sem er í ofneyslu eða sjúklegri neyslu að hættinni? Jú, vissulega. Bara alveg eins og það er best fyrir alla að hætta að reykja og hætta að drekka áfengi og fara í ræktina og allt. En við erum ekki með svona skaðaminnkandi eða stuðningsaðgerðir fyrir þá sem við vilja halda áfram að reykja? Jú, við erum í rauninni með við erum með í svokallar svona lyfja eða viðhaldsmeðferðir og ég meina nikotínplástarnir og tyggjóið og að hluta til fyrir ákveðin hóp veipið ákveðin svona skaðaminnkandi inngrip en við erum kannski ekki með ákveðin stað sem fólk getur mætt á og fengi í rauninu svona heildræna meðferð við að draga úr eða úr svona neikvæðum afleiðingum af nikotíni. Ok, þá fyrir við yfir í Já. Ég nefndi þetta nú annað bara því að verður bara að vita að fara frá löngu áður en S.A.A. var til að þá komu langt leittir alkohólistar og fengu einhver staðar inni. Já. Það var nú eiginlega einu sinni var þannig að fólk var dæmt í nauðungarvist í Gunnarsholti og víðar. Einmitt. En þá fengu menn oft að tala spraut í rassinn sem var B-vitamin af því að langvarandi áfengisneysla brýtur niður B-vitamin og getur leitt til heilasjúkdóma ef það er ekki.
Þannig að það var svona inn í kerfinu verið aðstoða menn, verið að halda við heilsu manna sem að viðkomandi menn höfðu kannski ekki trú að þau myndu hægt að drekka og kannski enginn í kringu það. Og svo kannski, og þetta er svo mikilvæg punktur vegna þess að þegar að fólk fær öruggan stað til þess að vera á, það sem fagfólk og það fær viðandi heilbrigðisþjónustu og það fær einmitt þetta B-vítamín og það fær næringu og það fær steinefni og það fær hlýju og umhyggju og það tekið út úr þessu gríðarlega harki sem fylgir því að vera á þessum stað, að þá myndast stundum ákveð svigrum hugafarslega hjá fólki, að það fer að sjá að mögulega eitthvað annað í boði fyrir það og þetta svo gríðarlega mikilvægt og við þurfum að gera meira af þessu. Ástandi sem að fólki var í, við lifum okkar lífi þannig að við erum bara að svara áreiti, en áreitið svo mikið af þeim sem að í mikilli vímuefnaneyslu og í þeim vanda sem að því fylgir í lífinu, að það að komast í smá svona breyk frá því getur opnað gáttir sem að þú bara komast ekki að í þessu harða lífi sem að mikil neysla getur verið. Algjörlega. Og við sjáum það til dæmis bara í skaðaminnkandi þjónustu eins og Yljuneyslurími eða Frú Ragnheiði eða við í Matthildarsamtökunum erum líka með svona vettvangsteymi sem heitir Matthildarteymið og erum að sinna fyrst og fremst fólki sem svona í skemmtan- og tónlistarlífinu. Og þetta svo ótrúlega dýrmætt verkefni því að stundum erum við að hitta fólk sem með mjög alvarlega vímuefnavanda en það bara í samskiptunum og þegar að fólk fyrir að byggja upp traust til starfsfólks að þá myndast svona einmitt líka þetta svigrum við að geta svona hugafarslega hugsað nýja leiðir og við vitum bara að þegar að fólki umverulega mætt á þeim stað sem það með umhyggju og virðingu að það oft lykillinn af því að fólk bara fái smá svigrum til þess að endur hugsa hlutina. Ef við myndum steyla þessu upp svart-hvítt sem þetta ekki, eins og við nefnum að það hafi alltaf verið einhvers konar skaðaminkunar aðgerðir inni í meðferðarkerfinu. Ef þetta væri svart-hvítt, þá væri það í skaðaminkunin það að það ekki sett þetta skilyrði. Ég til að hjálpa þér ef þú lofar því að hætta allri neyslu, annars hjálpa þér ekki. En í skaðaminkunin þannig að ég býðst til að hjálpa þér svo lofur því ekki að hætta neyslu. Já, og það eitt af grunngildi skaðaminkunar að fólk sem sagt hefur aðgengi að þjónustu og úrræðum án þess að þau séu þvinguð í þá átt að þurfa að hætta eða að þau þurfi að vera búin að taka þau ákvörðun að hætta að nota. Vegna þess að það ferli miklu flóknara en svo og það tekur tíma fyrir fólk að komast á þann stað en það vissulega eitt af markmiðum skaðaminkunar að styrkja öll skref í ákvað átt og fólk mun líklegra til þess að taka lítil hænuskref heldur en að hlaupa langhlaup og við þurfum svolítið stundum bara að vera með fólkinu einmitt á þeim stað sem það og svona reyna að skilja hver og einn stattur og ná að mæta hann þar og það svo dýrmætt og það svo magnað þegar maður sér einmitt þessi litlu skref vera að þróast. Sjálfsmynd fólks og sjálfsvirðing og trú og eigin getu eru þættir sem skipta gríðarlega miklu máli og í skaðaminkunni þjónustu erum við alltaf að vinna með þessa þætti. Og ég nefndi svona svart-hvítt sem ekki góð aðstæða því að þá getum við litið svo á að þetta veri sikkur hópurinn. Annars var að veri hópur sem að hafnaði skaðaminkun sem að veldi að fólk væri bara í meðferð en það raunverulega ekki til, það má vera að sé einhverjan inni en það oft fólk sem stendur fyrir utan þetta sem að dregur upp það línur og svo á móti kemi að það þeir sem að vinna skaðaminkun vilja raunverulega ekki að viðkomandi hætti neyslu. Það svona svartkvítu ýktu myndi sem oft maður heyrir svona óma í umræðinni en á sér raunverulega enga stóð í þessum gráskala heimi sem við lifum í. Einmitt. Þá geta komað því. Já, þetta mjög mikilvæg punktur vegna þess að oft eru svona ákveðnar, ranghugmyndir hvað skaðaminkun og það svo mikilvægt fyrir fólk átt að sjá því að þetta viðurkennd aðferðafræði innan fíknifræða og í rauninni svo hugmyndafræði og nálgun sem hefur skilað mestum árangri með fólki sem notar vímuefni og
hlutverk skaðaminnkunar í rauninni bara alltaf að vera að skoða þessar neikvæðu afleiðingar á ólíkum efnum, reyna að koma með inngrip sem hafa sýnt fram á árangur til þess að draga úr líkum og ofskömmtunum, dauðsföllum, smitsjúkdómum, þróun og geðrasjúkdómum og etc. Á sama tíma erum við alltaf að reyna að styrkja þessi litlu skref í ákvað átt og markmið þá einmitt bara að hlúa að heilsu og líkamlegri og andlega heilsu fólks. Einlega væri að líta svo á sem að ég held að sé lagt meira áfengis og vímuefna sjúklinga svona, að þeir eiga ná bata sem að veit ég hvort að gera þar kröfur til krabbameinssjúklinga að við viljum hjálpa þeim til bata en ef við ná ekki bata þá verður þeir bara að sjá sér sjálfur. Það ekki alveg þannig en þetta bara raunveruleikin í áfengis- og vímuefnasjúklingum. Einlega kannski til þess að losna út úr þessari hugsun væri að horfa á, ég meina það ekki endilega í boði fyrir alla að ná endanlega góðum bata. En við ættum kannski ekki að horfa með sömu augum og við myndum líta á krabbameinssjúklingin, við ætlum að fjölga góðum dögum, við ætlum að fjölga dögum þar sem að viðkomandi er virkur í samfélaginu. Fjölga dögum þar sem að viðkomandi getur átt í góðu samneyti við fjölskyldu sína. Algjörlega, gríðarlega mikilvægt. Sem að sjúkdómurinn hefur oft brotið niður. Algjörlega. Og það er einmitt svo mikilvægt þessi aðstæðenda vingil að því að ég segja ofta því að ég er fjölskyldufræðingur og hefur að vinna líka með aðstæðendum og þegar að maður á skyldmenni sem er að glíma við mjög þungan og langvinnan vímuefnavanda þá er maður í rauninni að þarf maður svolítið að hugsa þetta upp og nýtt og hugsa að barnið mitt er með langvinna sjúkdóm og það gleymist oft þegar kemur að vímuefnum þetta er alvarlegt og til lengst tíma og mögulega alltaf og það verða bakslög og það er bara eðli vandans að það verða bakslög og síðan eru góði tímar inn á milli og svo eru erfiðar og krefendi tímar þess á milli þannig að þetta er ekki línuleg þróun eins og þú segir Það er ekki annarkvort ertu veik eða heil. Nei, og svo er það líka hvernig mælum við árangur og bata. Er það eingöngu gert með því að þú notar ekki vímuefni? Í skaðaminnkun eru árangursmælingar og bati skilgrandur í rauninni og annars konar hátt. Hann er skilgrandur út frá því hvers konar árangri ert þú að ná með að við núverandi stöðu. Og eitt svona gott dæmi sem ég get sagt er að ég stýrði Frú Ragnheiðarverkefninu á höfuðborgarsvæðinu í 5 ár og þar var maður ofta að vinna með einstaklinga sem voru bara í mjög þungum félagslegum aðstæðum og glíma við heimilsleysi og glíma við svona fjölþætta vanda, bæði geðrænan vanda og mikla áfallastreitu og svo þennan þunga vímuefnavanda og flest einstaklinga sem voru nota vímuefni í æð og eitt af því var bara að styðja við einstaklinga og svona hvetja og mæta þeim í því að ná svona smá kontról á sínum aðstæðum. Það er að segja að bakpókin var skipulagður. Það var að þau förguðu alltaf búnaðanum og notuðu alltaf hreina búnað. Og bara þessi litli hlutir, að því stundum hittum að fólk að það var bara allt í kási. Bakpókin var bara, þau vissu alltaf hvað var í ánum, það var búnaður út allt og kannski ekki í þeirri aðstöðu að huga mikið hreinlæti, en bara svona að ná smá lendingu þarna og mæta fólki í þessum krefandi aðstæðum og byrja svona þessi jákvæðu hænuskref að byggja upp smá stjórn á aðstæðanum þótt að sé bara bakpókin að vita hvað hlutinir eru að halda skipulag utan á búnaðinn og að það að farga alltaf búnaði og koma reglulega í Frú Ragnheiði það gaf fólki rosalega mikið og því við erum líka alltaf að reyna að valdefla fólki í þessum aðstæðum sem það er þannig að það er bara mikilvægt að minna sig á að sko árangur og bati er svo margskonar og hann er einstaklisbundinn og stundum þurfum við að bakka 10 skrefum aftur og byrja að vinna þar með fólk í staðan fyrir að eiga alltaf samtal að fara hægt og fyrir meðferð. Við þurfum að byrja annars staðar til þess að auka líkundar á að fólk ná að byggja sig upp í áttina að hugsa það mögulega er hægt að fara í gegnum lífi á þess að nota. En að þú talar hérna búnað að
þá hefur það verið þannig að sprautufíklar geta farið í apóteki og keypt sér nálar og það eru ódýrar og það hefur verið þannig að apótekin hafa afgreitt og það kannski í anda þess að þetta hópur sem verður að vera inni bara í einu almenna heilbrigðiskerfi hjá okkur. Já. Það ekki ávinningur af því að þau farið undir brúnna eins og stundum sagt. Það sem við þekkjum það þegar sjúkdómar hafa verið þannig að þeir hafi ekki verið viðurkenndir af samfélaginu, þá hefur verið eitthvað fólk sem hefur verið aðstoð viðkomandi eitthvað staðar fyrir utan borgarmúrana eða undir brúnni eða þú veist eftir hvað við viljum fara langt aftur í sögunni eða til miðalda þar sem að holdsveikir voru skildir eftir bara eitthvað staðar í einhverjum nýlendum og þá var það fólk sem fór og færði þeim mat og svona var að sinna þeim. En þangað til að sjúkdómarnir fá viðurkenningu og fá að vera innan hins venjulega heilbrigðiskerfis. Þannig þegar frú Ragnheiður var að byrja og var í gömlum sjúkrabíl þá velti maður því fyrir sér hvort að þetta gæti verið hættulegt að það væri búin til sér heilbrigðisþjónusta fyrir þennan hóp sem að við værum kannski að svara því að við viljum ekki hafa þetta fólk inn í apótekinu fyrir fram að mig í röðinni og það í að fara eitthvað allt annað. Óttast þú ekki þessa svona eftirgjöf? Við gætum endað með svona tvöfalt heilbrigðiskerfi, annað í gömlum sjúkrabílum, fólk að vinna meira og minna sjálfboðavinnu, rétt hangir horrið minni, nær kannski, ég veit ekki hvað við myndum taka allar sprautur sem eru notaðar í þessu tilgangi, hvað stór hluta þeim dreift í gegnum frú Ragnheiði, það kannski innan við 5% sko. Já. Óttist þau ekki það að búa til þú verður bara teppi og kotta hjá mér þau tekst til í bakbókanuðurum en þú verður enga heilbrigðisþjónustu. Nei, ég óttist það ekki vegna þess að eitt sem svo gríðarlega mikilvægt að vinna með jaðarsettu fólki að hann í rauninu þjónustuna og úrræðið algjörlega út frá þeirra þörfum hverju sinni og í samvinnu við umræddan hóp. Og þess vegna svo mikilvægt að sum þjónusta tilheyrir til dæmis ekki Landspítalanum eða tilheyrir ekki heilsugæslunni. Á sama tíma þegar þú ert að vinna með svona þjónustu að þá ertu alltaf að vinna líka með heilbrigðiskerfið af því þú ert í miklu samstarfi og það alltaf verið að reyna að vinna með að þjónustan og eitthvað nátt aukist innan almenna heilbrigðiskerfisins en við verðum bara að vera raunsæ. Staðan svo að fólk sem glímir við þungan vímuefnavanda á Íslandi treystir mjög lítið almenna heilbrigðiskerfinu og að þeirri forsendu vegra sig við að leita sér aðstoð þegar þess þarf. Vissulega hefur það verið að breytast eins og ég segi bara vegna að það verið að leggja meiri kröfu á heilbrigðiskerfi mæti betur sem hóp og göngu til smitsjúkdóma hefur gert alveg gríðarlega mikið framfaraskeri hvað það varðar og eru með svona lágþröskulda hjúkrunarmóttöku fyrir þennan hóp en það var ekki þegar frú Ragnheiður byrjaði þannig að þetta bæði og þetta ekki annarkost eða þú ert að byggja upp þessa sérhæfðu þjónustu til þess að ná til meirihluta hópsins og ég meina það yfir 600 mann sem nýta sig frú Ragnheiði þetta gríðarlega stór þjónusta og það líka heilbrigðisþjónusta í samvinnu við spítalann. Þannig alltaf hjúkrunarfræðingur á vaktinni og það verið að veita sýklega meðferð á vettvangi og alls konar tengsl við smittsjúkdómadeildina varðandi framhalds heilbrigðisþjónustu. Þannig ég myndi segja bæði og með tilkomi frú Ragnheiðar að þá hefur orðið aukning á heilbrigðisþjónustu innan almenna heilbrigðiskerfisins gagnvart þessum hóp. En það ekki, eins og ég var að segja að gæti orðið hætta á að það myndi íta undir það að hinn almenna þjónusta myndi íta þessum hópi frá sér. Það sem að þið eigið að leita til frú Ragnheiðar. Það hefur ekki gerst heldur hefur það minnka fordóma inn í. Og það hefur aukið þjónustuna af því það hefur sýnt fram á þjónustu þörfina og heilbrigðisþörf þessa hóps og með því að geta sýnt fram á það þá hægt að kalla eftir því. Á sama tíma þurfum við alltaf að vera raunsa hvert hópurinn að fara að leita og meðan að staðan þannig að það eru
deildir og þjónusta innan almenna kerfisins sem ekki ná að mæta þessum hóp, að þá þurfum við að vera með eitthvað annað á meðan en alltaf í samstarfi og alltaf reyna að vinna að því að almenna kerfið sé ekki að firra sig ábyrgð. Já, og þessi hópur eigi sama rétt og allir aðrir á heilbrigðisþjónustu. Algjörlega. Og þetta sé sjúkdómur sem viðurkenndur. Já. Þetta ekki sjálfskapaviti. Algjörlega, og það sem samt eigi mér ennþá að bara, þú veist það bara eins og ég, bara umræðum heilbrigðismálið að stöðu þessu hóps að það bara, stundum bara örðun skán mannúðar ofan á þessu, svo það bara sagt að þetta ekki fólki geti sjálft kent sér og það kannski ástæðan fyrir því að svona að tregðu við að viðurkenna skaðaminnkun, að þá gæti þau viðhorfsaksins og ég menn, ert þú ekki bara að fresta því að viðkomandi fari í meðferð með því að gera nú það auðveldra, með því að halda áfram að sóa lífi sínu og brenna í kringu sig tengsl við sitt félagslega umhverfi og eyðileggja líf sitt. Þetta náttúrulega... Af hverju að hjálpa fólki við það? Þetta það sem maður heyrir alveg svona öðru hvoru, en mér finnst stundum það svona undir þess að ég orði þetta núna því það ekki kannski orðað þess að má ekki orða þetta eiginlega of brútalt, en það hangir þannig einhvern veginn í loftinu, þess að ég alveg með orða þetta til þess að heyra svörin þín. Einmitt, og það svona tilfinning fólks að að mögulega sé skaðaminnkandi þjónusta og einhvern hátt að ýta undir það að fólk haldi áfram að nota vímuefni. Er það ekki svona það sem múst að í að? Jó, það svona klassíst og ég veit að, til dæmis, að þú nefndir aðstandendur og hvað er mikil mál að eiga barn sem er langveikt af áfengis- og vímuefnasýki, að þú í þeim hópi heyrir við líka að eiginlega eina leiðin er bara að loka, að hætta allu. Og það má vel vera þessi rétt að það sé sá sem er með slík tengsl viðkomandi á meðan þú getur hjálpað þannig ég er ekki að gagnrýna þá afstöðu en þetta er bara samstofna hugmynd að eins og amma mín sagði, maður getur verið vondur við fólk með að vera góð við það. Já, einmitt. Ég ef maður skoða bara í rauninni hvað gögnin er að sýna okkur, að þá er það sem eykur líkur á því að fólk komist á þann stað hugarfarslega í áhugakvöldsinni að treysta sig til að prófa þá leið að hætta að nota vímuefni, að það er trú á eigin getu til dæmis. Þannig í skaðaminnkun þá maður alltaf að reyna að vinna með það, eins og ég sagði á sjálfsvirðinguna, valdefla fólk í þeim aðstæðum sem það býr við og þannig fyrir fólk mögulega að svona ítir undir trú á eigin getu. Annað í þessu er að meiri eymd og meiri sársauki eru hluti sem dragur úr líkanum á því að fólk komist í bata. Þannig við erum alltaf að vinna með það að draga úr eymd og draga úr sársauka. Að það sé til einhver öruggur staður fyrir þig til þess að leita á, til þess að fá viðeigandi þjónustu sem þú þarft. Þannig að skaðaminnkandi þjónusta segjum sem bara eins og Ylju neyslurými eða frú Ragnheiður er aldrei bara lýðheilsu inngripin. Þetta snýst rosalega mikið það að hvernig þú nálgast fólk og þú nálgast það að virðingu og að mannúð og algjöru svona við dæmum ekki fólk. Við höfum skilning á því að það er ástæð fyrir því að þú ert á þessum stað og þú þarft örugt rými til þess að fá að vera eins og þú ert. Það skiptir gríðarlega miklu máli. Vegna þess að rannsóknir sýna að þessi nálgun, hún skila bara meiri árangri heldur en að vera í ykkur svona refsi og dómhörku og vera í tengslaleysi. Það að fólk sé í engum tengslum, það að fólk sé í engan örugastað til að leita á og það að fólk sé svona stöðugt verið að refsa því að það í rauninni ýtir undir meiri vímuefnanotkun. Af því það er sársaukinn sem keyrir upp notkunina og það er einhvern veginn eymdin og vonleysið. Þannig að við erum að vinna með andstæðinar. Og ég skil alveg suma aðstandendur sem eru bara algjörlega búnir á því og þetta er gríðarlega mikið álag fyrir aðstandendur og eitt af álaginu er úrræðaleysi í kerfinu. Þegar einstaklingur komin á þann ég held að segja bara hluti að kerfið að bara viðurkennir ekki það álag sem eru aðstandendur með þennan sjúkdóm.
Gerir ekki heldur við fólk sem þú veist, með geðraskanir og fólk í mani og svona, gerir bara viðurkennir ekki álagið sem að þessi sjúkdómar valda fjölskyldunni. Já, og það eitt að það bara viðurkennir það ekki og ég held að stór þáttur því úrræðaleysi. Þegar að fólk verður að geta leitað í viðandi þjónustu þegar þið líður illa, þegar þið líður það illa. Það alveg eðlilegt að, þú veist, lífið þannig og okkur mun öllum líða illa. Við mun öll fara í gegnum sorg og sársauka. En þegar að þessi þættir eru orðnir það yfirgripsmiklar þeir eru fyrir að taka yfir þitt hversdagslega líf, að þá verður að vera eitthvað viðandi þjónustu sem tekur á móti þér. Og sérstaklega þegar fólk búin að þróa með sig geðræna sjúkdóma eða alvarlega vímuefnavanda, þegar þú ert á þeim stað að þér langar í fagaðstoð, heilbrigðisþjónustu, þá auðvitað viljum við búa því samfélag, hún til staðar. En við búum náttúrulega bara við þá stöðu að það eru fáplás og það eru langi bilistar og það eitthvað sem ekki boðlegt. Þess vegna ég að spyrja svona atrið sem tengjast hugmyndum okkar sjúkdóminn. Þú segir að rannsóknir sýni að útilokun, einangrun og refsingar drægju líkum á bata og eflust þetta benda á bara heilu raðirnar af rannsóknir sem sýna það. En það kemur alltaf eitthvað brjóstvill alltaf á móti sem að inn í hópi aðstæðenda, ég að vitni það að hérna mjög rík þessi hugmyndum að besta leiðin sé að loka. Það ekki allir með það, en hún bara búin að vera mjög sterk hugmynd áratugum saman. Og meðal hérna sjúklingahópsins sjálfs líka hugmyndum að þú verður að enda á botninum. Þegar þú varst að lýsa þessu að þessi betra raunverulega hlúa fólki og bjóða þeim upp á eitthvað kost í lífinu, annað en að rekast á vegg, getur maður sagt, eða botnin. Og þá það ríkt inn í hérna, samfélagi endurreistra að það einmitt nei, þú verður að bara leyfa fólki að fara á botnin því að annars spynnir fólk sér ekki fólk getur ekki spynnt sér frá í þessari svona sykursultu sem að þú ert að bjóða på. Ég heyri þetta alveg öðru hvort en ég segi sem betur fyrir minna núna en áður vegna þess að þegar ég byrjaði að vinna í þessum málaflokk 2007 og byrjaði minn starfsferil í Konukoti og stýrði Konukoti í nokkur ár og þá einmitt var maður í góðum samskiptum við aðstandendur sem voru ótrúlega dýrmætt og maður heyriði svona utan að komandi ekki bara frá aðstandendum heldur líka frá bara starfsfólki innan kerfisins á þeim tíma og svona með þennan blessaða botn og ég ætla að leiða mér að segja blessaða botn vegna þess að hann lægur. Það ekkert sem heitir botn. Það einstaklingsbundi fyrir hverju. Hann enganlegur eins og sagt eins og mörg sannindi í okkar lífi sem enganleg. Hann einstaklingsbundi. Það eitthvað sannindi í mínu lífi sem ekki í þínu. Já, þú upplifir eitthvað sem botn fyrir þig og en fræðilega séð þá í rauninni þetta ekki þetta ekki sannleikur innan fræðana vegna þess að þetta huglægt mat fyrir hverjum að einum og það ótrúlega misjafnt hvað botn fyrir hverjum að einum. Og svo líka bara stór hópur af fólki sem upplifir endilega ekki einn ákveðin botn, heldur bara botn eftir botn eftir botn eftir botn og svo við líka bara með hádauðsfull af fólki sem glímir við alvarlega vímuefnavanda. Þannig að ég held þetta sé ekki hjálpleg hugsun og að spynna sér upp og eitthvað svona það heldur ekki sem mikið tala innan fræðinar heldur fyrst og fremst einhvern veginn að vinna með þessa trúa eigin getu og þú sjáir að það eitthvað betra sem býður þín. Að því við þurfum líka átt okkur á, þetta oft hópur af fólki, nú ef við erum að tala veikasta hópin okkar sem kannski svona fyrst og fremst mín starfsreynsla sem svona fjölþættavanda að þá þetta oft því að efnin gefa þér ákveðið. Það ástæða fyrir að þú notar efnin upprunalega vegna þess að þau draga úr áfallastreitu einkennum og kvíða einkennum og þau gefa þér ákveðna þætti að því að lífi dagstaglega einhvern veginn bara óbærilegt. Og fólk verður einhvern veginn að hafa trú á því og að geta séð að líf án vímuefna sé þess virði að lifa.
Þannig að við þurfum líka að hugsa út í það, hvað býður fólki þegar það líkur síðan vímuefnameðferð. Og það þarf að vera eitthvað sem það getur hugsað sig já, ok, mínum undirliggjandi vanda verður raunverulega mætt, af því að ég hef unnið rosa mikið með konum með alvarlega vímuefnavanda og það eitt sem þær tala mjög mikið bara og hvað, ég orðin edrú og ég bara algjörlega farust á áfallastreitu einkennum, kvíðaröskun, ég get ekki sofið, ég er með svo mikið flashback, skilji, og þá náttúrulega svo mikið áhætta að fólk fái bakslega að hugsa bara, það ekkert öllum sem líður betur edrú heldur en að nota. Og við þurfum alltaf bara að hafa það með í huga, það eitt að hætta að nota vímuefni, en svo þarf að mæta fólki með allt hitt. Af því að þú ferð þangað, af því að aðeins að taka krók þangað, svo förum við aftur í lífið í neyslunni áður. Það náttúrulega sömu sjúkdómar, og kannski allir ef við hefðum ekki stuðningskerfi, að þau brjóta niður félagslegt net fólks, fjárhagsstöðu og eitthvað fleira, og þeir sem að koma í meðferð á endanum í mörgu tilfellum mjög veikri félagslegri stöðu. Já. Meðferðin hins vegar verkefni heilbrigðiskerfisins og svo þegar hún búin að þá fólk útskrifað, búin að ná að vera edrú í einhverja vikur. En þá fólk stundum heimilislaust, skuldugt, atvinnulaust, kannski þarf að vinna því að endurheimta börnin sín og raunverulega búin að kannski detta út úr námi og svona, og við erum í samfélagi þar sem að það svolítið alvarlegt að það svolítið krafa á að allir bara séu on track í lífinu og að þú dettur út úr því að þá bara erfitt að rata það inn aftur. Þannig að fólk kemur út meðferð en kannski með stærri svona lífsglímu verkefni heldur en eiginlega bara nokkur annar. Og stuðningurinn við þetta fólk mjög veikur og þetta held ég ekki bara við áfengis- og vímuefnasjúklinga, heldur líka fólk með geðraskanir og fleira sem svona annar sjúkdómur sem að brýtur niður félagslega netið og fjárhagsstöðuna og getur líka brotið niður svona foreldragetuna, þannig að fólk kemur út úr meðferðinni eða út úr sjúkdóm eða alvarlegustu áhrifum sjúkdómsins búið að brjóta gegn því sem að síst vildi og í bara alvarlegri sálfræðilegu vanda. Já. En það ekki hægt að halda þið fram að samfélagi virði þetta með einhverjum hátt. Einmitt. Og ég meina geðræna áskoranir geðræni sjúkdómar, alveg eins og vímuefnavandi eru jaðarsettir málaflokkar bæði innan heilbrigðiskerfisins og félagslega kerfisins. Bara því miður. Og við sjáum það bara til dæmis eins og heilbrigðiskerfinu hvað hlutfall fjármagn sem fer í geðheilbrigðisvanda versus líkamlega vanda. Og geðhjálp hefur náttúrulega verið ötulegir talsmenn þess og sýnt fram á ítalega hvað við erum í rauninni aftarlega á fjármagni í geðheilbrigðisþjónustu og fíknihlutin að hluta til það undir miðað við til dæmis önnur Norðurlönd. Þannig að það eitt. Það bara ekki rétt fjármagn. Það þarf hlutfallslega meira af fjármagni ríkisins að fara í sem sagt geðræna þjónustu. Það númer 1. Númer 2 held ég að þú snertir aðeins á hvað býst fólki eftir að hafa lokið langvarandi vímuefnameðferð. Það þarf náttúrulega húsnæði. Það þarf fyrst og fremst að komast áfangaheimili sem þessi fyrsti þá stuðningur inn í aftur út í samfélagið og svo þarf þetta að fá húsnæði. Það sem mjög sérkennilegt á Íslandi, ef við skoðum það, að þar ríkið engin þáttakandi. Erlendis til dæmis eins og þegar við erum að skoða húsnæði fyrst eða housing first hugmyndafræðina að þá greiðir ríki ofta 50% af þeim kostnaði fyrir sveitarfélögin og svo borgin eða sveitarfélag sem greiðir 50% móti. Í dag í rauninni Reykjavíkurborg bara eini aðilinn sem að reka slíka stefnu og í alvörunni með félagslega húsnæði og stuðningshúsnæði fyrir fólk.
sem er áfengis- og vímuefnavanda. Sem er með áfengis- og vímuefnavanda, hvort sem það er komið í bata eða með virkan vímuefnavanda. Þannig ég held að þetta sé líka hluti af því að það er ekki hlutfallslega rétt fjármagn að fara í þennan málaflokk eins og við erum að sjá á öðrum Norðurlöndum. Já, en það er annað að því að þetta er svona sikkert sílóið eins og sagt er. Já. Að í heilbrigðiskerfinu að segjum að þú komir á bráðavaktina og sért með glerbrót undir iljónum og við getum alveg tekið þau út og gefið sýklalyf og bundum þetta og svo ferðu heim og gengur bara á glerbrótum aftur. Það er ekki hlutverk heilbrigðiskerfisins að sinna því, það er félagslega kerfið og svo komið með að heilbrigðiskerfið er fyrst og fremst á höndum hjá okkur á ríkinu, félagslega kerfið á ykkur í sveitafélögunum, að þá er eiginlega rofið þarna á milli orðið eiginlega algjört. Algjörlega. Og þarna erum við með dæmi, áfengis- og vímuefna og sjúklinga og líklega þá sem eru að glíma við ýmiss konar geðraskanir, sem er alveg vitað að lausnin er eitthvað samþætting af heilbrigðisþjónustu og félagslegri þjónustu. Því ef að heilbrigðisþjónustan ætlar að gefa þér kvíðastillandi vegna þess að þú átt ekki ert með afkomu kvíða vegna þess að þú býrði í svo dýru húsnæði, að það leysir ekki þinn vanda. Nei. Þetta er bara akkurat þetta og það er alltaf verið að tala um þessa samþætti þjónustu. Það er verið að tala um hana Hún er lykillinn á öllu. Og það sem er áskorun... Við erum ekki að taka einn stór skref í það, við erum bara að vita þetta í 20, 30, 40, 50, 60, 70 ár. Og öll gögn sína fram á þetta og allar rannsóknir og þau lönd sem eru sína hvað mestan árangur þegar kemur að þjónustu við fólk með svona mjög fjölþættan vanda. Það eru þau lönd sem hafa algjörlega náð þessu að samþætta þjónustuna og það séu þverfaglegt starfsfólk frá heilbrigðis hlutunum og frá félagslega hlutunum sem vinna saman að heildrænni þjónustu fyrir einstaklingin. En ég er svo sammálaður og það er búið að tala um þetta árum saman. Og ég meina, einn vísir af þessu var náttúrulega þegar heilbrigðisráðuneyti og félagsmálaráðuneyti var sett saman í velferðarráðuneytið. Auðvitað er það sem við þurfum. En svo var það tekið tilbaka. Og mér finnst alveg líklegt að það verði ennþá skipt í tvennt. Því miður að þá held ég að fyrsta skref í því er að við verðum með velferðarráðuneyti sem getur þá unnið þessar tvo málaflokka saman. Ég var einu svona tillögu til þess að benda á þetta. Já. Sem var það að ríkið innheimtir áfengisgjald og ég held að ég man ekki hvað það er 23 miljardar eða eitthvað svona ári, hvað það sé á þessu ári og 25 á næsta, ég man ekki alveg tölunar en það er svo hátt og svo verja þau peningum til meðferðar sem er langt fyrir innan 2 miljardar þannig að þau eru gríðarlega tekjur sem er hafa og til að svo að 15% áfengisgjaldinu rinni til sveitafélagana til þess að gætu mætt félagslegum þörfum þessa hóps og var bæði tekið dæmi af ungu fólki sem var að koma út meðferð hafði kannski mist 6-7 ár menntaskóla árin og háskóla árin og kemur svona öfugum eigin aftur inn í lífið og þarf virkilegan stuðning til þess að koma sér á eitthvað skrið aftur. Líka aldraða áfengis- og vímuefnasjúklinga sem að eldast hraðar en aðrir og verður bara að viðurkenna það að munu líklega ekki ná aldrei til þess að komast á hjúkrunarheimili eða vera einhvern veginn á sama stað en eru kannski með sömu umönnuna þörfina bara á kannski 60 og annað fólk er með áttrætt og okkur má ekki byggja einhverja þjónustu íbúðir fyrir þetta fólk sem er svona, ég meina það hefur sannanlega borgað áfengisgjald og röki voru líka þau að með við bandaríska kannanir að þá er það 20% af fólkinu sem að drekkur 80% af áfenginu og þar alveg er eiginlega bróður parturinn að þessum 23 miljardum er eiginlega skattur á annars vegar áfengissjúklinga og þá sem eru í áhættu neyslu sem stundum er svona yngra fólk og sem veldur skaða verður fyrir slysum og tengist ofbeldi og öðru slíku en er kannski ekki þetta skilgreina sem áfengis- og vímuefnasjúklinga beint en er samt sem áður að ætti að geyma peningin sem að það leggur til með þessu neyslu sinni til þess að mæta einhver leyti félagslegum þörfum hópsins. Ég er bara svo algjörlega sammálaður því það eru gríðarlega... Það er endur ekki þessa kröfu. Já, þetta er bara takk fyrir að minnast á þetta. Því að sveitafélagin tókur náttúrulega undir þetta því að þau upplifið þetta, þú nefndir Reykjavíkurborg og ég man að Dagur B. tók mjög undir þetta en það bara var síðan ekkert úr þessu. Hvenær var þetta? Þetta er fyrir svona 10 árum eða svo. Já,
segjum við betur frá þessu eftir og sendum mér eitthvað, mista mjög áhuga. Þetta var einmitt, annars vegar var þetta sko krafa sem að ég var eiginlega vissum að myndi ná fram að ganga ef að var þetta samin að sveitafélög og fleiri í því að ná henni í gegn. En þetta var líka notað til þess að vera með sjónarhornið á þessu sem við vorum að tala á þann og þess vegna ég að rifið upp að til þess að mæta þessum hópi þá þarf að vera samþætting á heilbrigðisþjónustu og félagslegri aðstoð. Og það er bara ótrúlega mikilvægt að nefna þetta að það eru gríðarlega fjármunir sem koma inn sko varðandi áfengis og líka nikotínskatts og það er bara lítið hluti af þeim af því fjármagni sem fer raunverulega í sko lýðheilsu eða þjónustu eða meðferðir Það vantar svona FIB áfengisneytenda sem heimta bensíngjaldið fari í vegagerð. Já, í rauninni og ég meina auðvitað ætti stór hluti af þessu peningum að fara bara beint inn í vímuefnameðferð og afvitranir og þetta vinna með þessa biðlista og vinna með fjölbreyttari vímuefnameðferðir. Housing first verkefni og svo ætti bara hluti af þessu fjármagni að fara bara beint í skaðamingandi þjónustu sem er þá að sinna fjölbreyttum hópi fólk sem notar vímuefni og svo ætti hluti af þessu að fara bara í húsnæðisstuðning fyrir fólk með vímuefnavanda. Það væri bara algjörlega eðlilegt. Og það er bara alveg hárrétti og það eru líka gögn sko sem sína frá Evrópu er að stór hluti fólk sem kaupir mest áfengi er fólk sem glímur við áfengisvanda. Ég held að allir átti sig á því bara með að hugsa það smá stund. Við hins vegar lifum undir sko áróðri áfengisframleiðenda sem halda megin hluti áfengisneyslunni sé hjá hófdrykkjufólki. En ég held að fólk þurfi bara að hugsa þetta í örskamma stund til þess að átta sig á því að það er náttúrulega, ef við horfum á magnið, auðvitað fjöldi þeirra sem að neytir, þar eru fleiri hófdrykkjumenn, en þeir eru bara að drekka eitthvað einu sinni tvisvar í mánuði, á meðan það er fólk að núti sem er að drekka alla daga sko. Já, einmitt og ég þeirra skoðunar að það fylgir í gríðarlega stór ábyrgð að vera að selja vímugjafan áfengi og ríki hefur verið að gera það svo árumskipti og ég velti fyrir mér sko mér finnst að ríki þurfa að taka rauninu miklu meiri ábyrgð á sínum kunnahóp. Ég myndi vilja sjá bara að ríki myndi setja sér skaðaminkandi stefnu innan átífaferð. Hvernig ætlum við að mæta þörfum þessa ólíka hóps. Mér finnst eðlilegt að bara í ákveðnum verslunum væri viðtalsherbyggi. Þar sem þú getur bara fengið stuðning ef þú þarft á því að halda. Ekki þannig að þú þurfa að gangi í viðtalið til að mega versla. Þú veit ekki að minna það. Nei. Það er bara að við mætum fólki bara á þeim stað sem það er. Og það sé bara aðstoð komst í vímuefnameðferðir ef þú þarft að því halda það séu lýðheilsu inngrip varandi til þess að draga úr neikvæðum afleiðingum og ég meina þetta er bara stórt ábyrgða hlutverk. Bæklingar settir í pókan Já, og svona við þurfum bara í raunverulega að líta á áfengi sem vímugjafa og fíkniefni. Einu sinni lýsti átíðaferði yfir að þau ætluðu að sína samfélagslega ábyrgð þegar það var svona komast í tísku af fyrirtækjum og samfélagslega ábyrgð þeirra fólks í það að þeir lögðu göngustíg á Esjuna. Já. Sem bendir nú til svona svolítið blindu fyrir samfélagslega ábyrgð á vegna þeirrar viðskipta sem þær eru. En við veitum það líka að þú kallar þetta ríkibyrði ábyrgð á áfengisölunni að þá hefur átíðaferði verið rekið bara eins og hvort annað verslunarfyrirtæki. Það hefur lengja opnunartíma og ég meina að mikið tekið þátt í upphafningu áfengis sem svona einhverjar gæða neysluvörur sko. Brennivíns snobs eitthvað. Já, og ég meina innan skaðaminkunar að þá er þetta eitthvað sem við getum ekki samþykkt vegna þess að áfengi er vímuefni eins og allir aðri vímugjafar og þegar þú skoðar rannsóknir að þá í rauninni er áfengi alltaf svona með 4 hættulegustu vímuefnunum sem eru í rauninni á evrópskum vímuefnamarkaði og það er í rauninni það er áfengi, svo er það heroín eða ópíóðalyf, svo er það kókaín þegar það er reykt, það kallast crack og svo methamfetamín þegar reykt. Þetta eru svona þau fjögur vímuefni sem eru talin hvað svona hættulegust og skaðlegust. Bæði eru þau með háa ofskömmtunartíðni og
og andlát. Áfengi sérstaklega mjög svona hátt hlut að slysa áhættu. Fólk missir oft bara jafnvægiskyn og hefur ekki sama burði í rauninni og þannig að það bara mikill kostnaður oft sem fylgir þessum vímugjafum og mér finnst oft svona, hvað maður segja, það mjög sérkennilegt að vilja auka aðgengi fólks að áfengi, bæði þá með þessari vefsölu og mögulega inn í búðir. Á sama tíma erum við í rauninni að glæpa væða, gera aðra notendur sem á kannski vímugjafum sem eru með mun minni skaðsemi og áhættustig að í rauninni glæpamönnum. Og það bara mjög sérkennilegt. Og sami flokkurinn sem talar fyrir aukna aðgengi að áfengi algjörlega á móti afnámi refsinga þegar kemur að litlum neysluskammtum fyrir fólk. Mér finnst þetta bara mjög sérkennilegt. Herðu, skaðaminkuna, því að við erum búin að tala, ef við myndum horfa á þá hópa sem helst þurfa á því halda. Þú nefnt þarna hópin sem að frú Ragnheiður að sinna og þá sér maður fyrir sér sprautufíkla. Ég nefndi svona langt leita áfengis- og vímuefnasjúklinga sem eru komnir á aldur og svona efnin búin að brjóta niður svona heilsuna og kannski andlega getu til þess að verða edrú til langs tíma en væri vel hægt að vinna í því að það verið svona stórkostlegt að taka eitthvað sem meira og minna í neyslu alla daga og búa til aðstæður þar sem hann geti verið edrú í 250 daga ári og í samskiptum við sína fjölskyldu. En síðan eru alls konar hópar þarna inni, ef ég mætti biðja þig að fara svolítið yfir og segja mig frá því hvaða hópar það eru sem að þyrftu á einhver svona skaðaminkun að halda. Einmitt. Í rauninni snýr skaðaminkur bara af því að öllum einstaklingum sem nota vímugjafa. Hvort sem það áfengi, nikotín eða ólögulega vímugjafar eða lífsheilsulyf. Þannig að hvort sem þú ert að nota bara öðru hvoru eða kannski bara þjáminu eða ert að þróa með þig vímuefnavanda eða koma með alvarna vímuefnavanda, þá í rauninni þurfa að vera skaðaminkandi inngrip, lesi lýðheilsu inngrip og þjónusta fyrir alla flóruna. Það grunninn á skaðaminkun. Við náttúrulega í Íslandi vorum mjög sein að byrja að þróa skaðaminkun og frú Ragnheiðarverkefni fyrsta verkefni sem var sett á laggirnar 2009 á meðan lönd sem við byrjum okkur sama við eins og á Norðurlöndum. Þau eru að byrja svona 90, 91, 92. Þannig að við erum alveg töluvert og eftir. En að öðru leyti erum við á undan að því það aðgengi að vímuefnameðferð hefur alltaf verið betri hér. Og kannski tengist þetta, þá ég að vitna ég aftur í brúnna í samfélögum þar sem lítið aðgengi að vímuefnameðferð. Við sjáum það líka til þess kannski skýrt þetta dæmi í Bandaríkjunum að Ronald Reagan eiginlega braut niður þann vísi sem var komin upp af svona almennri meðferð, eyðilegða. Og þá vex mjög krafan og óskinn og starfið í kringum skaðaminkun. Þetta oft, það svo þetta einhver leyti samstilt. Ég bara nefni þetta því að þú segir að við sem á eftir á. Það kannski afleiðing af því að við erum á undan að einhver leyti. Svo það bara þannig að það hefur verið svona rosalega rík bindindisnálgun á Íslandi sem hefur bæði náttúrulega verið mjög gott en hún hefur líka haft það verkum að skaðaminkun byrja að þróast mjög seint. Þannig að stór hópur af fólki var í rauninni ekki að fá viðeigandi stuðningsþjónustu á meðan hann var að nota. Það var ekki fyrir að þú leitaðir inn í meðferðarkerfið og það náttúrulega ekki gott og það verður að vera þjónustu á öllum stigum fyrir fólk. En að því að við byrjum svona seinna heldur en önnur Norðurlönd að þá eigum við rosalega margt eftir. Við erum komin með svona ágæta þjónustu fyrir fólk sem með þyngsta vandan. Vissulega þarf að auka fjölbreytni í lyfjameðferðum fyrir fólk með alvarlegan ópíóðavanda og það einmitt ein að tillagan í fyrstu stefnu stjórnvaldi skaðaminkun, við kannski förum aðeins inn á það. Og síðan erum við í Matthildarsamtökunum, við fengum styrk frá heilbrigðisráðuneytinu við að setja á laggirnar nýtt skaðaminnkunarverkefni fyrir fólk sem að reykja ópíóð og örvandi vímuefni. Það mikil aukning
í þeim hópi og tölur á Vogi sýna okkur það og síðustu 5 árum hefur orðið sko gríðarleg aukning af þeim sem að leita í afvitranir, sem að reykja Oxycontin og við þurfum að nálgast þennan hóp og við þurfum að veita honum viðandi skaðaminnkandi þjónustu og vera til staðar fyrir hann. Síðan eru við í Matthildssamtökum líka með svona vettvangsteimi sem heitir Matthildateimið og byrjum á því í maí á þessu ári. Við sem sagt erum að veita skaðaminnkandi þjónustu og sálrænan stuðning þá fyrir fólk á svona fyrri stigum vímuefnanokunar. Þannig að við fórum á tónlistarhátíð í sumar og höfum verið að fara inn í skemmtanalífið og hitta fólk og bjóða þeim skaðaminnkandi þjónustu og það hefur verið gríðarlega áhugavert að því að útitildar ekki fyrir jafn unga krakka og henni var beint að en hún týnd og dröllungefin útitildin mætti við kannski endur ekki hana og sko þetta er bara ótrúlega áhugaverð reynsla að hafa farið á þessa hátíð í sumar og við sjáum bara að ungt fólk mjög mikið að kalla eftir svona þjónustu og það oft kannski fyrsta skipti að ræða við eitthvað annan félagana sína vímuefnanokun sína og með viðeigandi fræðslu og skaðaminnkandi leiðbeiningum getum við aukið þekkingu fólks á öruggari vímuefnanokun og þar með dregið úr ofskondunum og dauðsföllum og þessum bráða tilfellum og líka bara frætt fólk hvort sem það áfengi eða eitthvað önnur efni sem það nota bara hvað vímuefni gerir hvað eru svona viðmið á skammtastærðum hvernig getur þú dregið úr líkum á því að upplifa mjög mikil neikvæð áhrif eða jafnvel bara draga úr ofskondunartilfellum þannig að það var rosalega vel tekið í þessa þjónustu og þeir sem voru að leita til okkur sumar kölluðu mikið eftir því að við værum með sambærilega þjónustu í Reykjavík og við erum einmitt núna, ég er búin að vera að sækja styrki fyrir því og okkur langar að setja upp þannig þjónustu allavega einu sinni í viku í Reykjavík því að við erum reglulega að fá spurningar frá ungu fólki á samfélagsmiðlum hvert get ég leitað og þetta er ekki endilega fólk, þetta er ekki fólk með vímuefnavanda en það er kannski nota eitthvað annað en áfengi og það er gríðarlega mikilvægt að við mætum þessum hópi líka. Eitt af því sem að Íslendingar hafa lært að þeir séu bestir í eru forvarnir gagnvart ungu fólki og bent á árangur sem hafi náðst hér í því að draga úr unglingadrykkju. Það náttúrulega gerðist á tímabilinu verður að hafa því í huga að sjálfræðisaldurinn var hækkaður úr 16 upp í 18 ár sem náttúrulega gríðarlega aðgerð og dró líklega úr. Það var þannig að það voru í svona mandósvíksla í árinu fyrir mentó sem að jókst mjög vímuefnaneysla og áfengisneysla hjá fólki. En þegar að þessi árangur er skoðar þá náttúrulega dregið mjög úr neyslu almennt. En það var það þegar ég rýndi þessar tölur fyrir einhverjum árum síðan þá mátti líka sjá það að á meðan að ef ég má nota svona svarthvíta mynd að meðan að dróur neyslu góðu krakkana að þá minnkaði ekki svo mikið neysla þeirra sem voru í vanda sem voru kannski svona 6-8% af hópnum að hann er ennþá í sömu neyslu og sem að kannski bendir til þess að þú ert að segja að við höfum að mæta fólki í einhverju skaðaminnkun að við séum kannski ekkit með svo góða fókus á því og kannski ættum við að hugsa sér svo að ég meina var það svo mikið afrek að góðu krakkarnir drekka 3 mánaða fresti í staðin fyrir 1 mánaða fresti ég meina það var heldur neitt vandamál sko. Okkar vegna með að drekka einu sinni í mánuði en það eru þessi 6-8% sem eru í lífshættu og það er bara alveg rétt og við höfum sérstaklega haft áhyggjur af sko þessum þetta ungmennahópi er að sko íslenska forvarnamódelið er náttúrulega orðið heimstækt og hvert sem ég fer, ég var nú bara fyrir 2 vikum á evrópsku skaðaminnkunarráðstefnunni í Varsjá og ég er alltaf að fá spurningar og og það er mjög margt við íslenska forvarnamódelið sem er bara mjög flott og frábært ég sakna þess oft að við séum svolítið að rýna í hópin sem annarkvort svarar ekki könnuninni eða íslenska forvarnamódelið er ekki að ná til og það er þessi hópur sem þú ert að tala um og þeir
aðilar innan kerfisins sem ég hef talað við svona síðustu ár varandi þennan hóp að staða hans hefur versnað á síðustu 10 árum og það ekki gott og það eitthvað sem við þurfum sérstaklega að skoða að við þurfum að vera kannski með sérmódel fyrir fólki sem býr við mestu áhættu hegðun og býr við í rauninni erfiðustu aðstæðunar. Það sem að váin við eigum að elta það sem bú. Já, og við þurfum bæði. Það mjög gott að... Þú bætir ekki stöðuna þessum hópi með því að hætta hinu. Það aldrei þannig. Og rannsóknir sína okkur það að fólk, að ungmenni sem eru nú þegar í áhættuhóp og sína ákveðna svona, eru með breytur í sínu lífi sem í rauninni auka líkur á vímuefnavanda, sem sagt að vantar svona vendandi þætti, þeir þurfa annars konar forvarnarnálgun heldur en fólk sem ekki mikill áhættu. En ef ég má nefna, að það langar mig að nefna, það voru náttúrulega algjör tímamót í skaðaminnkun núna í lok nóvember þegar að fyrsta stefna stjórnvaldið skaðaminnkun var birt í samráðsgáttinni og þetta fyrsta íslenska stefnan varandi skaðaminnkun og þær eru 15 tillögur og viljum núverandi heilbrigðisráðherra ákveður í eða setur saman starfshóp í september 2023 af hópi fólks til þess að í rauninni vinna að fyrstu stefnunni og með aðgerðaáætlun. Og ég myndi segja í þessari stefnu þá eru svona helstu hagaðilar landsins. Það eru 17 í heildina og og þetta bara gríðarlega stórt skref fyrir Ísland að vera loksins komið með stefnu í skaðaminnkun og þetta stór viðurkenning í rauninni fyrir skaðaminnkun í þjónustu í landinu að það sé svona einhver sín, sameiginleg sín hvert við erum að stefna og líka það að allir helstu hagaðilarnir, bæði sem sagt þá öll ráðuneytin, félagasamtökin og vímuefnameðferðirnar og aðrir þjónustuveitendur komið saman og sammælist hvert við erum að stefna. Síðan náttúrulega bara það að íslensk stjórnvöld viðurkenni mikilvæg skaðaminnkunar og sjáu það sem eina aðferðanum við að nálgast vímuefnavanda í íslensku samfélagi, þannig að þetta mjög ánægilegt. Skárra værið nú getum við sagt. En svo kannski korteri seinna þá á að móta svona áfengisstefnu. Já. Og þá kom aðrir hagaðilar að borðinu. Það eru þeir sem að reka krátnar og þeir sem að brugga vínið og þeir sem að hafa peninga af því að selja og dreifa þessu. Og þá verður kannski allt annað upp á teiningnum. Þá verður lengri opnunartími og fleiri aukið aðgengi og fleiri sem að selja. Við sjáum það bara, þú nefndir hann átíða þar, við sjáum það einhverjir svona braskarar sem að vilja selja áfengi og þeir komast bara upp með það vegna þess að þeirra hagur, þeir eru hagaðilar, virkar bara hærra heldur en þau sjónum eins og þú ert að tala fyrir að við að takmarka aðgengi. En þegar við erum að tala stefnu stjórnvalda þá hún bara gerð á eftir mjög skýru verklagi og ramma ráðuneytana. Og núna eins og þú nefnir, það starfshópur inn í ráðuneytinu sem að mynda framhalda núverandi stefnu varandi forvarnir, vímuefnameðferð og endurhæfingu. Og þar í kjarnahóp eru ráðuneytinu og svo vímuefnameðferðirnar. Já, þetta fólk fær ekki að koma að því hvort það að rýmka opnunartíma eða... Nei, það síðan annar mál. Það var frækt ég held að það var undir Tony Blair að þá var búið til svona nefnd sem átti að leggja til einhverju áfengisstefnu fyrir Bretland. Já. Og þegar heilbrigðisstefnurnar mættu og sáu að þarna voru bruggararnir og kráareigendurnir þá löpuðu bara út. Já. Og svo þetta væri bara fráleitt hugmynd. Já, og hún það því að þetta áfengisiðnaðurinn gríðarlega stór iðnaður og áfengisinnar setur mjög mikil pening eða fjármagn í rauninni allt svona PR og ég meina áfengisinnaðurinn til dæmis einn helsti styrktaraðili á svona anti-drug campaign því að áfengisinnaðurinn vill ekki að fólk noti neina aðra vímugjafa en áfengi. Þannig að
En það bara mikilvægt að halda því haga að sko stefna stjórnvalda eitthvað allt önnur en það sem gerist oft út í samfélaginu, skiljið mig. Við talum ekki stefna sem lögðin í samráðsgáttin og ekki það bara allt annað mál og það skiptir máli að... En mjóri mikil svísir og við skulum ekki tala þetta niður. Við vonum þetta verði til þess að þetta verði tekið fastar í fótum. Já. Svala, takk fyrir að koma hingað. Takk sem leiðis, takk fyrir að bjóða mér. Skaðaminnkun og ýmislegt þeim að því tekist. Takk hella. Og gleðileg jól, nú erum við komið svo nálægt jólum að maður segi það við alla í lokin. Já, sömu leiðis, takk fyrir mig, gleðileg jól. Og þetta eru lokin hjá þættinum okkar í kvöld. Ég þakka Oddnýju Eir og Maríu Lilju fyrir viðtölum sem að þau lögðu inn í þáttinn og Laufey Ólafsdóttur og Pétri Fjellsteinn fyrir að taka upp og senda út og ykkur þakka þeim sem hafa breytt þessu samtölu okkar í fjölmiðlunum og inni á eins og ég gerum oft að þið byggðu upp dreifikerfi samstöðunar bara með því að benda fólki á, vinum og vandamönnum og efni sem ykkur líkaði hér. Sagt frá því að það með finna efni okkar á Facebook og YouTube í öllum hlaðvarpsveitum. Í útvarpinu 89,1 á FM á stór höfuðborgarsvæðinu, það má líka sækja þær útvarpsendingar í spilaran, spilari.is á netinu, svo spilar líka app sem mann hlaðinur í síman og þá getur við hlustað á íslenskar útvarpsstöðvar hvar sem í heiminu, það sem net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtækið Símann. Það eru með 5 á fjarstýringunni, kannski ef vill, ég veit ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinu líka upp á efni frá samstöðinni, 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem að drífur samstöðuna áfram með sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Það kostar 2.500 krónur á mánuði grunnáskriftin, sem mér sagt að segja lágt verð, það kostar næstu 10 skall að vera áskrifandi á mokkanum. Ef þú vilt vera áskrifandi og slást í þennan hóp sem að eiginlega hefur gert samstöðuna mögulega, þá getur farið inn á samstöð.is, það hnappur sem ástendur áskrift, þar getur skráðið fyrir 2.500 krónum, þú mátt borga meira þú vilt og því sem er kjósi getur átt áskriftin að renna sér félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er komið gott hjá okkur í bili, ég segi góða nótt og Rauðaborðið heldur hér áfram á morgun klukkan 8. Takk. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.